skoðanir. Hverjir eru svona aðal gagnrýnendur þínir? Sko, þetta nú bara verða ágætis listi, sko. Já. Það náttúrulega, það Hafrún og það Víðir og svo það Halldórsson. Viðar, já. Og svo það svo allt einu formaður gólsambandsins Hulda sem var hérna félag kvenna í atvinnulífinu. Hún allt einu stökk fram og hringdi í mig og sagði mér ég ætti að fara í reiðistjórnun og hún er alltaf systir Bjarneyjar sem hérna brjáluð, sko. Já. Þannig að römm svo taug og svo bara eitthvað fólk sem að ég bara búin að gleyma, sko, sem að var svona daldið upphafli í þessu. Svo það náttúrulega að fá bara alla stjórnina hjá Íþróttasambandi Íslands. Það verið mjög gaman einhver kæmi þar. Já. En ég myndi líka vilja bara ræða við bara eineltis stefnu sem sagt innan þeirra hóps. Því að önnur eins geðveiki hef ég bara ekki séð. Ég næð þessu ekki. Nei. Þetta bara botlaust einelti. Já. Og ég er búin að ég bað fund með forseta ISI þar sem hann bara að segja við mig já þetta ég var að fara eftir einhverjum upplýsingum og kynnti mér ekki málið og sama tíma allt logandi í MeToo málum hjá KKÍ og hann bara kissandi og knúsandi formanninn þar og mætir svo til að bara singula mig út til þess að segja að þurfa að stoppa mig og sko mér svo drullu sama þó ég verði stoppaður þú veist, en mér ekki sama þess að þau eru mikið hroki, þetta er mikið fílabistur þau eru ekkert að pæla í hvað afleiðingar þetta hefur. Nei. En hvernig væri að drullast til þess að kynna sér þetta þannig að þú væri ekki að sabotæsa tækifæri fyrir einhverjum krökkum þarna uppbyttir þú veist, þetta er svo ógeðslega sloppi þú veist. Já, og svo eru bara að fara á neti og finna eitthvað sem réttur húnna ritturum og bara komið og tölum saman. Hleypum ástin inn í þetta. Já. Skilir, í samræðum. Já.